Nú ætlum við aðeins að skoða talnamengi. Við ætlum að skoða tvö talnamengi. Það er annars vegar talnamengi sem er táknað með bókstafnum N og táknar náttúrulegar tölur. Þetta eru allar heilar tölur, það er að segja ekki tugabrot, ekki tölur með kommum. 1, 2, 3, 4 og svo framvegis í raun endalaust upp. Við notum svona hornklofa til þess að sýna hvar það byrjar og hvar það endar, og ef þetta er endalaust í aðra hvora áttina þá notum við punkta. Hitt er táknað með setu og það eru allar, það heitir heilar tölur. Náttúrulega tölur eru tölur í plús, en hér erum við með mínus og 0 sem var ekki í N. Og þetta er endalaust í báðar áttir. En við sjáum að það sem er í N, það er í setunni líka. Þannig að ef ég myndi tekna mengjamynd, vennumynd af menginu setu, að þá er N-ið allt þar inni. Því allar tölunar í N eru í setunni, en allar tölunar í setunni eru ekki allar í N. Þannig að ef ég ætti að setja til dæmis tölurnar sem ég er búin að setja hérna í setuna, þá verður mínus 3 hérna, mínus 2, mínus 1 og 0 er ekki í N-inu, en 1, 2 og 3 væru. Því það er bæði í N-inu og setunni. En það er ekkert sem er í N og er ekki í setu. Og þarna tölum við að N-ið sé hlutmengi í setunni, sem við táknum svona.